Illugi Jökulsson, gjör svo vel. Já, ágætu félagar. Ég byrja á hefðbundnum þökkum til framsögumanns sérnefndar. Þetta náttúrulega til stórkostlegra bóta að það sé verið að setja inn tillögur beint lýðræði. Og mér líst að stærstum hluta mjög vel á þetta. Ákvæði að þjóðinni sé heimilt að krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu eru löngu tímabær og seinni greinin frumkvæðisrétt þjóðarinnar er líka skínandi. Ég hef efasemdir hins vegar fyrstu málsgrein í fyrri greininni að Alþingi hafi heimild til að skjóta lögum til þjóðaratkvæðagreiðslu eða þriðjungur Alþingis og var búinn að semja það langa ræðu sem ég ætla nú ekki að flytja því að ég hreinlega nenni því ekki. En ef ég fer örstutt yfir meginpunktana sem þar komið fram, þá svona til þrautavara þá ætla ég að leggja til að fyrstu og annarri málsgrein verði víxlað. Þannig að greinin byrji á heimild þjóðarinnar til að krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu og síðan komi þingið þá á eftir. Ég held að það sé við í A-nefndinni erum mikið að spekla í hvernig hlutirnir hljóma og í hvaða röð þeir eigi að vera og mér finnst að þjóðin eigi þarna að koma undan þinginu. Í öðru lagi þá sýnist mér að ákvæðið að Alþingi geti samþykkt með meirihluta atkvæða að lög séu felld niður ef þriðjungur þingmanna krefst þjóðaratkvæðagreiðslu. Mér sýnist að það er hægt að búa til alls konar dæmi þar sem þetta er misnotað, þar sem að þetta er notað af minni hluta þings til að knýja ríkisstjórn til að draga tilbaka aðkallandi mál ef það er einhver mál sem þarf að hafa hraðan á. Þá er hægt að krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu í trausti þess að ríkisstjórnin muni draga þau tilbaka. Þannig ég hvet sérnefndina til að athuga það. Nú en sem sagt mín aðaltillaga er einfaldlega að Alþingi hafi ekki þennan rétt að krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu. Það á sér tvær ástæður. Í fyrsta lagi finnst mér ekkit mjög mikil ástæða til að treysta á það að íslenskir þingmenn mun ekki misnota þennan rétt, en í öðru lagi þá finnst mér það einfaldlega ekkit endilega hugmyndafræðilega rétt að þingið eigi að geta krafist þjóðaratkvæðagreiðslu. Alþingismenn hafa mörg og margvísleg ráð til að berjast fyrir sínum sjónarmiðum og skoðunum og þetta stjórnlagaráð er að bæta og fjölga þeim ráðum mjög. En ef að þingmenn hafa sem sagt barist gegn einhverjum lögum og síðan orðið undir, þá finnst mér að þeir eigi bara að sætta sig við það. Ef að þau lög eru svo umdeild að það sé ástæða til að senda þau í þjóðaratkvæði, þá mun þjóðin örugglega fara fram á það sjálf. Þannig að mér finnst ekki að þingið eigi að hafa þennan rétt, en ég ætla að hlífa ykkur við löngu versjóninni af þessum skoðunum. Takk.